Já, það sérst von á nýjum lögreglulögum sem eykur heimildir lögreglunar til ýmsra hluta og hann hingað kominn til þess að ræða það og fleira. Fjölnir Sæmundsson, vertu velkominn. Takk. Sko, sem að mér langar að byrja fyrst á því að við erum ofta að tala svona veika innviði og þú kannast við það. Þannig mér langar aðeins að byrja á því að spyrja hvort að það hafi verið málið með lögregluna að hafi verið skorið niður til löggæslumála á undanförnum eða svona frá hruni eða kannski frá allar bara þessu öll. Það var náttúrulega skorið mjög mikið niður strax eftir hrunið og við erum kannski búin að vera að reyna að ná okkur svolítið upp eftir það. Við vitum auðvitað að peningur löggæslu fór fyrst eftir hruni í rannsóknir, ekki almenna löggæslu. Ég veit ekki hvort það er þetta tala beint að skorið niður, heldur bara aukningin sem hefði þurft að koma með auknum mannfjölda, fleiri ferðamönnum og bara flóknara samfélagi, hún hefur ekki komið. Og ég til dæmis með tölur, ég var nú með þér haustum, en ég var með tölur við fjölda lögreglumanna frá 2007 til 2022 og það voru fleiri lærði lögreglumenn árið 2027. Og samt er okkur fjölgað um 60-70.000, ekki giska Þegar við erum árið 385.000. Það eru samt fleiri lögreglumenn við störf, en það eru ófaglærði lögreglumenn. Við erum með 60 ófaglærða lögreglumenn við störf núna. Og hvar eru þeir? Já, þeir eru bara í Reykjavík og Selfossi og Þannig ég get orðið lögga? Já, smá námskeið og það er svo mikill skortur á lögreglumönnum. Já, ég vissi þetta ekki. Þannig að fjöldi lögreglumanna hefur aukist eitthvað en fyrst og fremst þá með ófaglærðum. Já, en ekkert í líkingu við það. Við mannfjöldan og bara. Umferðin á göttunum, það er náttúrulega gríðarleg aukning á bílum á þjóðvegunum. Já, mann sér með ferðamönnum, erum ekki að ná upp í 1 milljón ferðamenn aftur, Já. Og ég hef svona gert grínaði, við erum alltaf ef við náum góðum árangri í löggæslu, til dæmis það er minnur hraðakstur og færi stöðunarskyldubrot. Af hverju er það? Að því fólk keyrir hægar eða að því löggan er hvergi? Það sé ekki færi brot. Það er ekkert endilega færi brot, en þú þekkir það alveg, þú fara aðeins í magan eða þú mætir löggubíl á þjóðveginum og slæra aðeins af, Þannig það er líka þessar forvarnir í því að lögreglan sé bara á ferðinni. Það er svolítið dýrt, bara til að stoppa mig. En þú veist, en ef þú sérð lögreglu reglulega, og eins og einhver sagði, þú sér ekki gangandi lögreglumann lengur nokkuð staðar. Þannig að lögreglan er líka bara inn í bílnum, sinni verkefni, næsta verkefni. Þannig mér finnst að þurfa fjölga lögreglumönnum svo þau verði meiri hluti af samfélaginu. Séu líka bara 17. júní að lappa upp á milli fólks og hilsa litlum börnum og byggja upp þetta traust sem þarf að vera, Ég held það. Og tengis kannski hinu að þú heldur að þessi forvarna gildi í því varðandi stærri afbrot að lögreglan sé sýnileg. Ég held það. Þannig almenn löggæsla að hún tengist hinu, hún er ekki svona auka. Nei, hún tengist líka bara að byggja traust hjá krökkum og unglingum sem skila sér svo áfram, En þegar að stjórnvöld fara að ráðstafa peningum, þá vilja það ráðstafa peningum í eitthvað sem er vinsælt og vekur athygli. Það er eins og Jón kannski gera núna, en það er líka rannsóknin eftir hrunið sem að fór í það. Jú, akkurat. Þannig að það hefur setið kannski eftir hinn almenna löggæsla. Hún hefur dálítið setið eftir og þetta hefur dálítið verið svona átaksverkefni. Þú þekkir þetta alveg úr fjölmiðlum, Það farið svona átaksverkefni í lögreglu, nú er átaksverkefni í kynferðisbrotum, setjum mikinn pening í kynferðisbrot. Nú er átaksverkefni í skipulagðri brotastarfsemi, setjum mikið pening þar. Þannig að þetta er alltaf svona átaksverkefnum staðin fyrir að sé bara svona, lögreglan sé bara stækkuð, svona hægt og bítandi og þá út frá einhverjum faglegum sjónarmiðum sem er inn í kerfinu. Það er ekki gott að hafa yfirmann sem að gerir bara það sem er til vinsælda falli fyrir sinni. Nei, það er nú það. En kannski, ég veit ekki hvort það er til að vinsældir, en kannski er þetta krafa samfélagsins í hvert skipti sem þá verið að bregðast við, En það er slæmt að þurfa alltaf, að bregðast við með svona átaksverkefnum, að þetta sé bara ekki í lagi. Ég lít þannig á. En þið sem félag, nú eru þið sem að sinni þessu, eru þið með einhverja stefnu eða einhverja hugmyndur hvernig það eigi að vera? Í landssambandið? Já, við erum, það er þetta, en svo er þetta svolítið erfitt að því að ég get ekki beint tala fyrir lögregluna, heldur bara lögreglumenn, skilurðu, þannig ég er alltaf bara að hugsa um þeirra hag og öryggi og þannig. En við lítum þannig á, að við erum til þeim að stefnu, það ætti aldrei lögreglumann að vera einn í lögreglubíl sem gerist á Íslandi, og
og líka þetta sko, Er það út af örygginu? það er út af örygginu og líka sko, ef einhver maður eins og gerist helgar, einhver brjálast heima hjá sér og ákveður að lemja fjölskylduna, þá er miklu meira öryggi að koma 3-4 lögreglumenn á staðinn og þá verði engin átök heldur að koma 1 eða 2, skilur. Þá gæti brjálaði maður farið í átöku í lögregluna. Já, eða þeir eru fáir. Já, ég lít þannig á, sko, ég þekki það líka alveg, sko. Þannig ég hef stundum sagt, sko, kannski það lögreglan í rauninni til að tryggja öryggi vera aðeins ofmönnuð stundum. Og þar stundum að fá að vera eins og slökkulið bara á sofandi vakt og vera tilbúin, sko. Já. En núna eru konar fram tillögur að auka löggæslu. Já. Fyrst og fremst til þess að við sem viðbragð við skipulagðri glæpastarfsemi. Já, akkurat. Rýmar þetta við ykkar upplifun lögreglumanna? Já, þetta er... Ég ætla ekki að byrja andmæla aukinni löggæslu. Nei, þetta rýmar alveg okkar upplifun. Ég held að það verið 2006 sem að var fyrst byrjað að skrifa sko frumvörpum og leggja drög að þessu og við sem landssambandi sendur nú inn jákvæða umsögnum þetta frumvarp sem Jón er með sko. Það, sko, ég held að lögreglum finna það bara í sínu störfum sko, að þetta er svona erfitt sko umhverfi í þessum alþjóða glæpaheimi hafi ekki sömu heimildir og önnur lönd, það megi ekki skiptast á upplýsingum við Danmörku eða Svíþjóð eða Þýskaland. En það er það sem heitir greiningadeild hjá ríkislögreglustjóra. Það væri hún sem var að fá þessar heimildir, sko, það var ekki lögreglun í Reykjavík eða á Dalvík eða eitthvað heldur. Eða þú ert ekki eitthvað á Suðurlandi? Já, ég var þar, ég er komin til Reykjavík núna í rannsóknir. En þú veist, þannig að við erum að tala að þessi greiningadeild fái þá þessar auknu heimildir. Heimildir til að gera hvað? Já, til að fylgjast með fólki sem er grunaði glæpi. Við getum tekið dæmi að manni sem við vitum að býr hér í risastóru húsi, eitthvað störu bjóðsendakverfi. Og ef við fáum sko að allar hans skattskýrslur og ber allt saman, þá sjáum við að hann hefur ekki nokkra tekjur þessi maður, ópenbarlega. En hann fullt á bílum, hann á fyrirtæki og sko þetta væri eitthvað sem myndu grunum skipulagða glæpastarfsemi. Og þá hefði lögreglan heimildir til þess að fá gögn frá öllum stofnunum, bæði hérlendis og erlendis. Og til að kortleggja betur getur verið að þessi maður hafi viðværi sitt að glæpum. Þetta er eitt dæmi. En hefur ekki skattaeftirlitið þessar heimildir? Jú, en sko, að hann borgi ekki skatt, sko. Það er rétt. En sko, lögreglan sko hefur ekkert heimildir til að hringja bara í skattin og fá skattskýrslur. Nei. Við erum alls konar girðingar sem eru auðvitað góðar, sko. Þú veist, ég skil alveg þetta, þú vilt ekki að lögreglan getur bara komið inn til þín og snúða öllu við. Ég líti ekki þannig á að þetta frumvarp sko, sé að heimila lögreglu að hlera hvenær sem er eða er að gera hvað sem er. Sko. Og meðal annars, sko, þegar þetta frumvarp kom fyrst fram eða hugmyndir það, þá var lagt til að Alþingi myndi stofna 5 manna eftirlitsnefnd sem var 5 þingmenn í, sem hefðu þau eftirlit, sko. Því að sko, svo er annað, mér finnst þessi, sko, ég hef nú sett út af þessa nefnd eftirlit með störfum lögreglum, ég finnst ekki mjög virk í sínum störfum og svona, það þarf að styrkja hann einhvern veginn. Það er gert ráð fyrir því í frumvarpinu. Ég nefndi áðan að það hljómaði svo eins og það hefði verið krafa frá VG. Þú varst varaþingmaður VG. Já, VG, já. Er þetta krafa frá VG að styrkja eftirlit með lögreglum? Já, það er það alveg klárlega og ég hef nú sett út af það til dæmis að það sé mjög skrítið að skipa nefndu eftirlit með störfum lögreglu og það er allt saman sko flokksmyndir sjálfstæðismenn, varaþingmenn eða fólk sem starfar þar sko. Það þykir það mjög skrítið ráðstöfun sko. Hvernig er valið inn í nefndina? Ég hef ekki hugmynd það, ég er vantilega hefur lögmannafélagi fengið að setja eitt þarna inn og svo ráðuneytið setti þennan skúla þarna inn sem að þeir ráka eitthvað annar staða frá, ég man ekki alveg hvernig það mál var. Svo veit ég ekki hvað nú kemur þarna Þorbjörg eða eitthvað. Það er enginn frá lögreglunni í þessari nefnd sko. En nú að hafa eftirlit með lögreglunni? Já. Þannig það er kannski eðlilegt að sé ekki lögreglunni. Já, ég er að segja það sko, lögreglunni er ekkert að en það væri kannski sko bara sterkara þá að eins og kannski við erlendis, það væri bara þingnefnd sem hefði þá bara þetta eftirlit ef við erum með auknar heimildir sem hefur þá bara völd til að kalla fyrir og fylgjast með sko.
Það er gert annað í þessu frumvarpi sem er vopnaburður, Já. rafmagnsbyssur. Þið hefðu viljað fá það. Ég kalli þetta ekki rafmagnsbyssur, Nú, hvað heitir ég það? kalli þetta rafvarnarvopn. Rafvarnarvopn. Já. Ég veit hvað Jón ég- kallar framvirkar sem eru eins og þetta njósnir, Já. svo framvirkar rannsóknarheimildir. Já, Nú kallar hann þetta afbrotavarnir. akkurat. Þetta er svo hratt njúsbygg í gangi að maður... En kannski fyrstilega þetta eru náttúrulega ekki beint byssur sko, en þetta er svona raftæki sem skýtu 2 pinnum sem er í þræði Með sko. gikk. Já, með gikk. Já. En þarna, sko, eins og ég tala þetta, þá er ég alltaf að tala þetta sem varnartæki sko. Já. Og þarna, Kakvært manni sem er minn híf til dæmis. já, til dæmis. Og hefur verið að vitna í breska heimvarnarráðuneytið sem fullir í skýslu að í 80% tilveitla sem lögreglan bara segir við tökum heitum teiser, að þá verða ekki átök. Þá leggur við komandi frá sér hnífinn. Það vil ekki fá þetta í sig. Og þetta hefur dreigið, segja þeir, og líka kollegaminn í Norðurlöndum, mjög mikið meiðslum og fólki, ekki bara lögreglumennum, heldur bara fólki sem lögreglan þarf að afskipta af, sko. Þú veist, auðvitað væri það best, sko, ef við erum með valdbeitingastig í lögreglunni og fyrsta skrifið valdbeitingastiga er röddin. Skilur, þannig að þú átt fyrst að gefa fyrirskipanir og samkvæmt lögreglulögum þá er allir að hlýða þér, en svo gerist það auðvitað ekki, sko. Nei. Þannig að þetta er svona... Gerist oft samt? Gerist oft? Já, gerist oft. En það er unni litið á þetta svona, já, næstu eins og langa kylfu, þú veist, þetta er á sama staði í valdbeitingastigum. Langt frá byssunni. Já, langt frá byssunni. Þið hafið heimild til þess að hafa byssu í bílnum, eða ekki? Jú, við hefum það. Þið megið ekki hafa, hvað kallar þetta, rafvarnarvopn, eða teysir, þetta er teysir, já. Þið megið það ekki? Nei, en það er... Og þú til að vera framför að fá það? Já, þetta er náttúrulega þannig að lögreglum ber þetta á sér, sko, og væntanlega er það alltaf annar lögreglumaðurinn með þetta og væntanlega sá sem er lærður af því að... Já. En þannig að þetta er heilmikil námskeið og alls sem þetta verið tekið upp að þá þarf sá sem notar svona hafa verið skotin með þessu sjálfur til að þekkja... Þarf það að hafa gert það? Já, til að þekkja afleiðingarnar. Það er hluta námskeiðinu að láta skjóta sig með teyser til að vita. Hefur þú látið skjóta það með? Nei, ég hef ekki látið, ég hef bara látið meisa mig. Við hefum ekki heldur nota píparúða nema að hafa prófað hann sjálf. En varðandi auknar rannsóknarheimildir, að þá er ég til Helgu Völu segja að það er ekkert vandamál, það eru dómarar hér á næturvakt allar tíman. Akkur þarf það eitthvað inn að löggarna að fá að gera þetta á þess að spyrja dómara? Það er vegna þess að ef við gerum það, þá vilja hinn löndin ekki hafa samskipti við okkur og vilja ekki láta okkur upplýsingar. Og það er fullt af upplýsingum sem eru eitthvað konar svona, ég veit ekki hvort þið kalla intelligence eða eitthvað, sem önnur lönd bara segja, nei þið fáu þetta ekki. Ef þetta þarf að geta fram fyrir dómara? Já, þá erum við ekkert í samskiptum við ykkur. Og það hefur háð íslensku lögreglu mjög lengi, sko. Það vill enginn láta okkur fá upplýsingar vegna þess að það hvílir ekki leyndi við þeim. Það er fullt af upplýsingum, sko, sem lögregla getur fengið sem má í rauninni ekki nota, sko, í máli sem sönnunargögn. Heldur má bara nota til að vísa sér veginn. Og það, sko, veist, ef við fengjum frá, þetta er nú PET þarna í Danmörku og mann ekki alveg heitir í Svíþjóð. Og þeir geta látað okkur fá upplýsingar og þá kæmi í þeim, sko, þið megi fá sér upplýsingar, þið megi ekki nota þær í opinberu máli. Þetta er ekki sönnunargögn. Þetta eru bara tilgátur. Bara ábendingar til ykkar, sko. Þú veist, við veitum þessi maður hefur brotið af sér hérna í Búlgaríu. En nú hafa verið mál, stór mál sem er sagt fréttum, hefur komið út af að vera að deila upplýsingum. Já. Hollensku lögregluna í einhverju tilfelli og fleirum að... Þá er það í gegnum... Fangir sem við full út af þessu, gæsluverðið full út af þessu, út af samskiptum, svona málum. Já. Það er vantilega tollurinn sem finnur bara eitthvað á flugvelli og vendir á það. Herðu, en tilefnið sem að, þetta er náttúrulega gammalt frumvarp eins og þú bendir á, og að vera velkjast lengi, svipað á flóttamanna frumvarp. Það er ekki augmundur með það fyrst, ég held það. En núna er tilefni til þess að þeir í umræðinu núna er eitthvað sem lítur út eins og gengjastrýð. Ég var með Helga Gunnlaugsson afbrotafræðingarinn í gær og hann bara gat ekki nefnt dæmi svona atburð eins og var í Bankastræti. Hvernig lítur þetta út gagnvart lögreglumönnum? Er það þannig að undirheimannir eru að breytast, að hér séu að verða til gengi, að hér séu ykkur svona hópar sem eru bara
fara eftir eigin lögmálum og eru bara aflokaðir heimar sem að þið náðu ekki til. Já, og það er ekkert nýtt, það er búið að benda á þetta töluverna tíma og ríkislögreglustjóri hefur gefið út skýrslur um þetta, það séu hópar hérna og gengi. En þeir hafa alltaf orðað þannig að sé svona hætta á því að verði, frekar heldur en það sé. Já, það getur verið, en það hefur samt alveg verið vita þessu svona hópar, kannski hefur enginn vita nákvæmlega hversu vel skipulegar eru, sko. En að þeir komið 30 saman í hefndaraðgerð inn á næturklúbb. Já, akkurat og kannski skiptir ekki máli hversu vel skipulagur þessi hópur eru það ekki. Þetta var allan hópur sem náði sér saman þessar hefndaraðgerðir gegn þessum drengjum sem eitthvað höfðu gert þeim áður og við erum búin að heyra fyrir þetta að vera að kveikja hér í mótorhjólum og bílum og hóta fjölskyldum. Ég meina það verið að kasta bensínsprengjum í fjölbýlishús. Þú veist, það er fjöldi fólks í hættu þá, það er ekki bara maðurinn á miðhæðinni sem er í hættu, sko. Þannig að þetta virðist einhvern veginn hafa farið úr böndunum hjá þeim og það var undir heimunum. Já, undir heimunum, sko. Þannig að það er tilfinning lögreglumanna það að þetta sé vaxandi og einhver leiti sé þetta komið úr böndunum og getur bara þróast einhvert. Já, en það er svo sem var nú vita held ég að eins og þessi dyravaramarkaðar á Íslandi, sko, þetta eru nokkur fyrirtæki og þeir hafa alveg verið tengt við glæpi áður, en maðurinn sem var skotin í Rauðagerði, maður rétt vann sem dyravörður á veitingastað, sko. Þannig við vitum alveg, sko, að skipuleg glæpastarf sem hefur verið í kringum svona vissa veitingastæði og þennan dyravarða bransa, einhvern veginn. Ég spurði mann sem að tengist einu svona þessu stöðum, ég skildi þetta ekki, eitthvað dyraverðir. Það er svo langt sem að ég hætti að drekka og bara að ég skildi ekki að þegar ég var ungur að þá var ekki dyraverðin að selja dóp, sko. Bara, það hefði ekki kvarlað af mér, sko. Nei, ákveð. Þá sagði hann, sko, dyraverðin stjórnaði hverjir geta selt dóp inn á stofunum. Já, hverjir þeim hleypinn. Já. Það er þannig. Þá skildi ég af hverju þetta skipti máli. Já, einmitt. Og þið þekkið þetta. Og einhvern veginn virðist að vera að einhverja hópar hafa bara náð að taka, sko, yfir hennar markað. Bara bóla öðrum í burtu. Og komið ljós að þetta er ekki starfsmenn veitingastæðana eða næturklúbana, heldur kaupa næturklúbanir þjónustuna af einhverju dyravarða fyrirtækjum. Já, af einhverju svona, bara EHF. Þannig þetta er svona outsourcing. Já, þetta er það. Já. Ég veit ekki nákvæmlega hvenær það gerðist að þetta var svona einhver sjálfstæðar atvinnurekstur að vera í dyravörslu, sko. Kannski var á einhvern tíum hótti erfitt á dyraverði, ég veit það ekki, sko. Það er náttúrulega fólk sem er að vinna á nóttinni er frá svona fyrirtækjum, eða maður fyrir inn á bensístöð þá er maður frá security sem maður þannig var það líka í Hagup á tímabili allavega. Akkurat, já. Þannig þetta er svona hluti af breytingunum. En við þurfum að kynnast þessu við Rauðaborð, við verðum alltaf að reyna að skilja heiminn. Já, við verðum að skilja heiminn. Ákveður dyraverðir eru alltaf onir playerar í undirmjörnum. Já, við ættum kannski að fá að vita hvað þau fá í laun. Dyraverðinir? Já. Er þeir látt borga þeir og hafa tekur eitthvað öðru eða hvað? Já. Og eru þeir í eflingu eða hvað? Já. Ég þekki ekki. Við ætlum að skoða það betur. Já. En þannig að þú, löggan, Landssambandið, styður hérna Jón Gunnarsson sem lýsir við stríði. Eða fannst þér það að vera svona... Ég er nú ekki að fara að lýsa yfir stríði við nokkurn mann, sko. Nei. Ég sko nálgast þetta nú fyrst og fremst út frá bara öryggi sko minna félagsmanna. Auðvitað er ég í hagsmannabaráttu fyrir ákveðin hóp og er bara í því að venda þeirra hagsmunni. Var þetta ekki eitthvað svona tilvitnun í borgarstjórn New York eða eitthvað? Ég hafði það svona tilfinningunni, sko. Zero tolerance eitthvað. Já, það er yfirleitt sko stefna sem að á ekki bá pallborðið í dag. Nei. En mér fannst það Black Lives Matter er eiginlega viðbrögð við þessu, það sem að of mikil uppbygging löggæslunnar, það sem er mætt félagslegum vanda sömuleyti, skapar hryllilegt ástand í samfélaginu. Ég hefði frekar viljað að eitthvað ráðherra kemur fram og undir svona tala kjark í þjóðin og segja, við ætlum að stjórna þessu ástandi, þið getið farið og fengið ykkur í glas næstu helgi alveg róleg, sko. Við ætlum ekki að missa þetta úr böndunum, en sko, já, ég veit það ekki. Maður óttast, sko, náttúrulega svona einhver erlend áhrif. Þú sér, sko, Hells Angels var að koma hérna daginn. Það virðist vera alveg ágætis markaður á Íslandi þannig að erlendir aðilar geta alveg hugsað sér að
að ná einhverjum markaði hér undir sig, sko. Já. Það glæpa samtökur á öðrum löndum, þannig að við verðum geta selt alltaf mikið á dópi hérna. Já. Og svo kannski eins og þú hefur heyrt, svo erum við með vændiskonu sem koma hér í einhverja stuttarferðir og fara svo aftur. Þannig við erum einhvern veginn, því miður með þetta allt saman hérna. Og þetta er lítill markað þá er mikil kaupgeta. Já, mér skilst meira að segja að það sé eftirsóknarvert að koma hér sem vændiskona því að það sé svona töluvert öruggara og hærra verð. Minni samkeppni, eða svona, já. Sér bara fínu hótelherbyggju. En að því að varum að tala um svona no tolerance í Bandaríkjunum og sem að leiddi síðan til hérna mikil átaka í því samfélagi, þar sem að lögreglunni var eiginlega beitt þar sem að var kannski haldið fram að það hefði verið næra að breyta sko okkur félagslegum aðgerðum. Hvað er ykkur skildleiki með ástandinu hérna á Íslandi? Stundum, þú nefndir hérna að koma það sem að ykkur heimilisofbeldi og fleira. Er lögreglan notuð í mál sem að eru margbreytileg og ættu kannski að vera ekki bara löggæslan sem að kæmi að? Já, sko, ég hef sagt og segi, sko, lögreglan er notuð í það á Íslandi sem engin annar vill gera eða getur gert, eða hefur tíma í að gera. Þess vegna er lögreglan alltaf að fara upp á geðdeild með veikt fólk sem það kæra sig ekkert og setja veikt fólk í fangaklefa. En svo er náttúrulega komið þeirra félagsþjónustu sem náttúrulega vanfjármögnun líka. Þannig að þú veist. Og þess vegna fer þetta yfir til ykkar. Og ég segi stundum sko við unga lögreglumenn, sko, þú gerir þig grein fyrir þú ert að fara hjálparstarf í lögreglunni. Sko megnið af störfum lögreglunar erum við bara hjálpastörfum. Þú veist, sem betur fer það svona stæðsti hlutin. Við erum bara stundum að hjálpa gömlu fólki að standa upp aftur sko, og druknu fólki að fara að sofa og alls konar slíkt og fara inn á heimili og tala milli fólks. Þannig ég held að það er það sem nú heldur flestum í lögreglunni. Það er þetta, þeim finnst þetta stundum gefa af sér og gera gagn. Þetta er að styðja ykkur í því þá þurfum við ekki rafbyssur. Nei, ekki því, nei. En fáið þið stuðning til þess að sinna þessu sem að þú talar nú eins og segila megin verkefnið ykkar? Já, sko nei, þarna vil ég fá fleiri lögreglumenn. Svo lögreglumenn hafi betri tíma í hvert verkefni. Það er alveg á hreinu við. Það þarf að fjölga lögreglumenn hér, sko lágmark 200 til hann geti bara fara eftir lögreglugum og halda upp allsherjarreglu og sinnt því sem þeir eiga að gera. Það er bara þannig. Og það var skárra. Við mistum eitthvað staðar tímanu fyrir hrun að þá byrjaði þetta að hörna. Þetta segja það? Já. Og ég sagði nú ég skrifaði grein í dag þar sem ég sagði sko það er laust stjórnvaldin alltaf að segja, við fjölgum frá lögreglumönnum. Já, frábært. Þið hafið bara samt ekki gert það. Það þýðir ekki að koma alltaf bara í hvert skipti sem lögreglan segir, við ráðum ekki á ástandi. Já, við bara fjölgum lögreglumönnum. Svo er aldrei gert. Þá koma bara svona menn að segja, viljið það bara ekki láta okkur fá bara rafbyssur og betri heimildir svo allan ráðum með eitthvað. Þetta er svona vandamál í íslensku samfélagi að stjórnmálafólkið er alltaf að segja alltaf að gera eitthvað, svo bara gera það ekki. Já, meina, ég er nú bara, maður sé nú bara í sko eins og styttingu vinnuvíkunar. Það er ekki búið fjármagna eða þá. En þú veist, samt verði lofað, búið skrifandi samningum það, sko. Þetta er bara, veist, það er samið eitthvað og svo kemur bara fjármálaráðherra og segja, já, nei, það var nú ekki til peningur fyrir þessu. Nei. Og það hefur komið sérstaklega illa við lögreglumenn sem eru vaktavinnu fólk. Já, það kom mjög illa. Og átti að skera mikið niður vinnuna sem að leiddi bara til þess að voru færri á vakt. Bara færri á vakt og bara smjörið og bara sett þynnra á sneðina. Það er bara þannig. Herðu Fjölnir, áhugavert að tala við þig.